Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Starfsgreinakynning fyrir nemendur í 8. og 10. bekkjum og Suðurnesjum fór fram í Íþróttahúsinu í Keflavík á dögunum. Kynningin var haldin af sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum í samstarfi við Þekkingarsetur Suðurnesja sem sá skipulagningu og framkvæmd viðburðarins. Hvað þarf maður að læra til þess að verða bókasafns- og upplýsingafræðingur? Í dag þarftu að fara í Háskóla Íslands og læra, taka þetta í master, að vera upplýsingafræðingur. Og hvernig eitthvað starf? Það er bara mjög skemmtilegt og mjög fjölbreytt. Við sjáum að skrá allt efni inn í kerfi. Það er svolítið mikil bakvinnsla hjá okkur, þannig að þið sjáu okkur ekkert oft frammi, sko. Hvar vinna bókasafns- og upplýsingafræðingar? Á bókasöfnum, skjalasöfnum, einkafyrirtækjum, út allt. Skólum. Skólabókasöfnum. Bara það sem þetta í hug, sko. Unga fólki í dag að sýna þessu starfi áhuga? Já, mjög mikinn og hefur mjög gaman að þessu og sérstaklega koma að skoða svona nýjar bækur sem við hafa mikinn áhuga á. Þannig að þú veist, til dæmis eins og Heartstopper 4 sem var að koma út núna nýlega, þau alveg bara mjög spennt, sko. Já, svo er alltaf svona einn og einn sem alveg bara, hvað þarf ég að gera til að koma að vinna á bókasafni? Já. Þannig að sumir eru mjög spenntir fyrir þessu. Þið ekkert vinsælasta stéttin í dag, hversuna það? Já, ég hugsa að við hefum þurft að vera duglegri kannski að gefa eitthvað, það virðast vera vinsælustu stöðunar og svo eru þau kannski fullungt svona til þess að taka þessa ákvörðun. Ákveða að vera kennara. Þau eru kannski að hugsa eitthvað annað svona með að þau eru í grunnskóla en að vinna í grunnskóla. Hvenær tókst þú ákvörðun að fara í kennslu? Þetta var bara alveg óvart þegar ég var 21. Ég ætlaði ekki að vera kennari heldur. En þú sér ekki eftir þessu? Nei, þetta er besta starf í heimi og mæli eindregið með að fleiri prófi þetta. Blue, þetta er fjölbreytt fyrirtæki? Já, mjög fjölbreytt. Hvað þið að kynna hérna í dag? Við erum bara að kynna þau störf sem í boði hjá Blue Carental og eins og sér kannski á fletti spjaldinu fyrir aftan hjá okkur að þá eru fjölmörg störf í boði hjá Blue Carental. Hverju hafa ungmennin mestan áhuga á? Þau hafa nú svolítið áhuga á því sem við erum að bjóða hérna á borðinu en jú, svo mörg líka auðvitað spyrja bara spurninga störfin sem eru í boði á Blue Carental. Þannig að jú, þau eru alveg áhugasöm. Hvert er þitt starf? Ég er mannauðsstjóri. Hvað gerir mannauðsstjóri? Hann gerir æðimargt. Hann sér starfsmannamálin og sér til þess að starfsmenn séu öruggir í starfi og fá nú rétt laun. Og samkvæmt kjarasamningum til dæmis. Guðni, segðu mér frá þessu starfi sem þú ert að kynna. Já, við vinnum hjá flugvallaþjónustu Ísafja á Keflavíkurflugvelli og við sinnum bæði slökkvi og björgunarþjónustu ásamt snjórunningi og öðru slíku. Þannig að við erum að kynna hér í dag slökkvuþátt flugvallaþjónustunnar. Þar sem við leyfum að prófa slökkvugalla, hjálma, reykkunartæki og sjá þann helsta búnað sem við höfum upp á að bjóða. Og hafa ungmennin mikinn áhuga á þessu? Já, þau gera það. Þetta er búið að vera mjög gaman. Þau eru mjög iðin með að fá að prófa að fara í gallan allavega og finna hvað þetta er þungt. Allir búnaður svo þetta vera með áður en hefur svo vinnu. Já, ég sá, þetta er alls ekki léttur búnaður sem þið þurfa að klæðast svona þegar mikið liggur við. Nei, hann er í kringum 25-30 kíló búnaðurinn sjálfur áður en við förum að hefja vinnu. Þannig að þetta er ekki auðvelt. Eru þið klædd í þennan galla allan daginn? Nei, sem betur fyrir ekki. Við þurfum að fara í hann bara þegar á reynir, en annars fáum við að vera bara í okkar einkennisfatnaði. Hvað var til þess að þið fóruð í að læra þetta? Þetta var bara svo gefandi og skemmtilegt og þá vildi bara fá meiri menntun í þessu. Og mæliði með þessu? Já. Við hvorugt okkar ætlaði að verða leikskólakennarar. En það besta sem við höfum gert er að byrja að prófa og klárum svo að mennta okkur og bara engin dagur eins og börnin og starfsfólki er svo yndislegt. Er unga fólkið að sýna ykkur mikinn áhuga? Já, mjög mikinn áhuga. Hvað þarf maður að gera til þess að verða tollvörður? Þú þarft að klára stúdentspróf
og í framhaldinu því farið í starf og þarf að klára einhverja 6 mánuði í starfi, þá fer ég í tollskólann. Hvernig svona venjulegur dagur hjá tollgæslunni? Mjög fjölbreytt og skemmtilegt sko. Getur verið rólegt en oftast eitthvað að gera sko. Tollurinn, þeir eru ekkert bara að vinna í flugstöðinni? Nei, við sjáum póstinn og svo tollurinn í Reykjavík og alls staðar á landinu sko, sem sjáum skip og alls konar hluti sko. Hvað rak þig í þetta starf? Bara fannst þetta áhugavert eiginlega, ákvað að sækja og fekk starfi. Mælirðu með þessu fyrir ungt fólk í dag? Alveg klárlega. Hvað langar ykkur að gera? Mér langar að vera arkitekt. Lögfræðing. Ég er actually að deyja. Arkitekt. Þið haldið að svona viðburður eins og í dag svona hjálpi? Já. Unga fólkið að sýna ykkur mikinn áhuga? Já, það alveg að sýna ykkur mjög mikinn áhuga og bara svo gaman að tala við alla og margir á áhuga á lögreglunni sko. Hvað svona rak þig að verða lögreglumaður eða lögreglukona? Örugglega bara það að hjálpa fólki og bara fjölbreytt starf og bara veist einhvern veginn aldrei hvernig dagurinn verður og samskipti við fólk. Já, bara hjálpa fólki svona mitt, held ég. Að vera fyrirmynd fyrir aðra líka er svona mikilvægast í þessu, myndi ég segja. Varstu búin að ákveða þetta svona fljótlega á ævinni að þetta væri mögulegt starf í framtíðinni? Já, það kýtlaði alltaf smá, mér langaði alltaf að verða lögga og alltaf þegar það var svona heimsóknir í skólum og leikskólum og svona, þá fannst mér það voða spennandi. Og alltaf þegar ég sá lögreglukonur, þá var ég alveg bara langaði rosa mikið að verða svoleiðis og fór bara að kynna mér þetta betur og svo sá ég bara fyrir slysni bara að það væri opið fyrir umsóknir og ég ákvað bara að kýla á þetta og gekk bara vel og maður er bara lögga í dag. Vinnudagurinn hjá okkur er svolítið fjölbreyttur og getur oft verið óvæntur. Já, algjörlega. Þetta er náttúrulega, eins og ég segi, þá veit maður ekkert hvað dagurinn hefur upp á að bjóða og bara ótrúlega fjölbreytt. En samt maður einhvern veginn tekst á sig og maður er með góða vaktfélaga og góðan hóp með sér. Og það stendur alltaf eitthvað baki á manni og já, þetta er bara mjög fjölbreytt. En það er það sem gerir þetta skemmtilegt, er bara hvað þetta er fjölbreytt og skemmtilegt sko. Hvað að vekja svona mesta athygli hjá unga fólkinu sem kemur á básinn ykkar hérna í dag? Bara öll tækin og tólin sem við erum með. Við erum mjög mikið að spyrja hvað þetta er og hvernig við notum hlutina og líka bara hvað þau þurfa að ná til að komast í námið og af hverju við sóttum þetta og svoleiðis og af hverju við erum löggur og hvernig er svona típiskur vinnudagur og svoleiðis. En aðalega svona tækin og tólin sem þau eru svona mest spennt fyrir. Hvað var áhugaverðast inn í dag? Hvað finnst ykkur áhugaverðast? Netto. Mér finnst Netto. Með vélmennið. Það var langt skemmtilegast. Já, það var mikið skemmtilegt. En mér fannst mjög áhugavert að Blue Current lætti yfir 1000 bíla. Það var mjög áhugavert. Já, það var það. Veistu hvað þeir eiga nákvæmlega marga bíla? Nei, ekki alveg. Yfir 1000 á það. Það er það sem er búið að segja mér. Ég veit ekki hvað er. Já. En eru þið búin að ákveða hvað þið ætlið að verða þegar þið verðið stórir? Þeir náttúrulega eru stórir en kannski svona þegar þið verðið eldri. Já, við ég, hann og hann Gunnar og Alex og Magnús, við erum í húsasmíði. Við erum að fara í húsasmíði. Ég ætla að vinna í Netto. Já, ég líka. Húsasmíði líka. En það vann ég ekkert eðlilega smekla, er það að sjá þetta? Netto bolta frá Samkaup, sponsorðinni sko. Er unga fólkið að sýna stjórnmálunum áhuga? Það kemur svona einn og einn, skulum við segja. Það er nú ekki mikil trafíkin og við sjáum að þau sem eru með svona spennandi græjur og eitthvað sína, þau eru nú aðeins vinsælli heldur en við sko, en við skulum sjá hvað gerist þau eldast. Nú opna stjórnmálamennir oft svolítið einhverja nammi kassa svona rétt fyrir kosningar. Það virkar ekki á krakkana hérna. Já. Það lofaði með ykkur. Það er ekki búið að ákveða hvernig verður kosningar. Nei, já, við erum ennþá bara í róleitum, við verðum nú að vera hlutlaus hér og það var líka ákveðið að hafa þetta nammulaust hérna núna, þannig að við gátum ekki lokka það. En starf bæjarstjórans, er því sýndur áhugi? Já, það er búið að biðra hérna í alla morgun, sko. Þannig að það er mikill áhugi og nei, það er einn og einn. Og það er svona að maður fara í svo spurningar. Meðal annars hvað eru launin eðlilega og svo ýmislegt annað. Það er gaman að hitta krakkana þetta er virkilega flott framtak
Já, þessi viðburður, þetta skiptir máli? Skiptir miklu máli. Hingað koma krakkarnir fyrst úr 8. bekk og þá svona verið að sá áhuganum sko, svo koma aftur, þeir eru í 10. bekk og þá náttúrulega eru við búin að koma þér áður og náttúrulega orðið þroskaðri og farin kannski að spá í framtíðina meira. Þannig að mér finnst þetta alveg frábært framtak sko. Þetta það og það hefur komin bæði krakkar sem eru í ungmennaráðum, þannig að þau eru svona að pæla í því hvort þau munu koma á Alþingi og fá að segja sínu skoðun þar og svona, þannig að það er gaman að því þannig að þetta er svolítið sniðugur viðburður eins og ungmennaráðin eru líka að svona vekja upp svona áhuga krakkana hvernig þau geta haft áhrif á sitt eigið samfélag, en svo hafa líka komið aðilar að spyrja hvernig þeir komast á þing og annað slíkt, þannig að ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægt að börnin fái strax að sjá hvernig framtíðin er mótuð sko. Það er einmitt, þú sækir ekkert vinnu sem alþingismaður svona bara með því að fara á einhverja skrifstofu og setja umsókn? Nei, þetta er alveg töluverður ferill og þú þarft að sækja hjá þjóðinni allri, þannig og sá ráðningarsamningur er bara hámarkið til 4 ára, þannig að það er einmitt flott, eins og ég sagði áðan með ungmennaráðin og annað, að börnunum séu kennt að snemma hvernig þetta allt saman virkar til þess að þau að þetta tekur tíma og er mikil leið eins og bendir á að þá þurfum við að byrja að snemma að sjá að þetta sé möguleiki fyrir þau að hafa áhrif á sitt samfélag. Þú ert búinn að prófa að fara inn á Alþingi og það er nú oft sagt að alþingismenn geti síðan átt erfitt með að svona fara út í atvinnulífið eftir lífiðin á þingi. Ertu sammála því? Já, ég get tekið undir það. Ég þekki þess dæmi og veit að fyrrverandi þingmenn hafa oft mismunandi gengi að fagna að komast í eða finna sér störf sko. Þannig að einhverju leyti er þetta alveg rétt, en auðvitað bara misjætt. En já, ég er búinn að prófa bæði og ég sagði nú Villa ef þetta er skerpið kaffið þá get ég tekið að mér að presentera þingmannsstarfið. Og svo vantar kannski eitt skilt enn, það er því ég hef verið ráðherra líka, þannig að það getur tekið að pakka. Akkurat. Hvað ætlið þið að gera þegar þið verðið eldri? Örugglega kennari. Ég ætla að vera dýralæknir. Ég ætla að vera fótboltastjarna eða dýralæknir eða eitthvað. Er unga fólki að sýna ykkur mikinn áhuga? Já, rafvirkjun er mjög vinsæl í dag og maður sér það bara best í Fjölbrautaskóla Suðurnesja að það er mjög vinsælt og þeir bara hafa ekki undan að taka á móti nemum þar sem er frábært. Hvað er svona skemmtilegt við rafvirkjuninu? Bara rafvirkjun er svo fjölbreytt. Þú ert ekki alltaf í einhverjum sömum hlutum, þú ert á mismunandi verkstöðum og bara gera svo margt og miklu möguleikar til framtíðar líka, þegar fólk hefur áhuga á því. Vantar ykkur fólk í þetta fag? Það vantar alltaf fólk, og mikil eftirspurn, þannig að það er mikið að gera á svæðinu. Hvað þarf maður að læra til þess að sinna þínu starfi? Læra, bara vera góður, sýna samúð og vera bara góður við fólkið og það bara smittar út frá sér. Sýna gæsku, manngæsku. Og hafa ungmennin sem hafa komið í dag sýnt ykkur áhuga? Já, nokkur. Ef við og kollega mínir náum að selja þetta vel, þá flæða inn umsóknir. En þetta er mjög gefandi og þroskandi starf og ég mæli með fyrir alla. Eru mörg sem sinna þessu starfi hérna á Suðurnesjum? Herðu, í okkar, í Seljudalnum erum við, hvað erum við, 18? Við erum 18 sem að sinnum þessu og það eru 6 íbúar. Og hvernig er svona venjuleg vinnudagur? Herðu, hann getur verið alls konar. Við förum með þau í bíó, púl, pílu, utanlandsferðir, það er bara alls konar. Við eiginlega bara ráðum þessu bara. Það sem þau vilja gera, það gerum við. Hvað hefur þið fundið áhugaverðast í dag? Örugglega lögfræðin. Ertu búin að ákvaða hvað það ætlar að verða þegar þú verður stór? Nei, eiginlega ekki. Já. Hvað er áhugavert við lögfræðina? Mér finnst áhugavert við lögfræðina að það tekur 5 ár að vera þar. Þetta er ekki auðvelt? Nei, alls ekki. En hvað er svona spennandi við hana? Það er mjög spennandi að maður fær mjög marga frídaga. Er unga fólki í dag að sýna lögmennskunni mikinn áhuga? Já, það virðist vera svo.
og bara skemmtilega spurningar, skemmtilega krakkar sem að koma. Ég held að allir sé að fara í laumennskuna eftir að hafa talað við okkur. Já, mér finnst það líklegt. Bara staðan, sko. Þeir sjá svo bækur og verða alveg ástofnir, sko. Já. Þú veist, hver vill ekki lesa svona bók? Sér til yndislesturs. Skiljiði mig. En þetta er erfitt nám, þetta er kannski ekki alveg fyrir hvern sem það þarf góðan grunn í þetta. Sko við ræddum þetta áðan, þetta er krefjandi en ofboðslega skemmtilegt, sérstaklega í góðra vinahópi og þetta er mikið stuð. Já, algjörlega og auðvitað ef þú hefur gaman að einhverju þá verður það einfaldara, það er svolítið svo leið. Svo er það oft þannig að þegar maður er búin að leggja svolítið á sig þá er uppskeran svo mikil, þannig að erfitt í smá stund, krefjandi en hrikalega gaman þegar upp er staðið. Já, við höfum alveg lagt áherslu á það við krakkana, það þarf að leggja sig fram og sinna þessu, en það er skemmtilegt. Eru lögmenn svo oft svona sérhæfa sig, þannig að þið eru kannski bara svona með ákveðna málaflokka sem þið sérhæfið ykkur í? Já, það getur alveg verið þannig. Ég til dæmis sérhæfði mig í fagi sem að kemur að litlum nótum hér á Íslandi, en nota það ekki hér. En jú, það eru margir sem sérhæfa sig í mörgu. Sumir eru í, Já, það er auðvitað, það er kannski mest svona fyrirtækjalögfræði og svo sakamóla eitthvað svoleiðis, en það er voða mikið, ég held að flesti lögmenn í Íslandi taki bara öll mál á hvaða sviði sem er. Það er ekki þannig sérhæfing að þú sett bara í einhverjum ákveðnum málaflokki en þú ert kannski meira í einhverju, hefur kannski eðlast reynslu, í hjúskaparrétti eða skaparétti eitthvað svoleiðis og ert þá meira að sinna þeim verkefnum heldur en öðrum. En geta lögmenn nýtt menntunum sína á Íslandi út allan heim? Nei, ekki íslenska, sem lögmenn. Ekki sem, nei, þú þarft að fá réttindi alls staðar í öllum ríkjum, þannig að þetta er náttúrulega staðbundið svolítið, en þú lærir ákveðna aðferðafræði þegar þú lærir lögfræði sem þú getur tileinkað þér annars staðar. En svo fer það líka eftir hvaða réttakerfi er í því ríki sem að þú myndir flytjast til, hvað gildir. Það getur verið snúið, en þú, þarft allavega að öðlast réttindi annars staðar til þess að geta starfað. Úr ykkar námi, hver eru svona tilgangslausustu lögin sem þið sáuð? Oh my god. Bara hafa ekki öll lög tilgang. Ég man ekki eftir neinu í fljótu bræði. Já, þegar stórt er smurt á að lítið smjör. Nei. Er ekki eitthvað bara orðið bara mjög gamalt og eiginlega úrelt? Kannski eins og bara lögumannanöfn. Já. En ég held, það eru pottitt fullt af lögum, þegar maður nennir ekkert endilega að lesa í gegnum þetta, allt saman. Það eru örugglega hægt að fletta hérna upp í þessari og finna eitthvað algjörlega. Þetta er bara símaskráin með öllum lögunum? Þetta er 2003, ég held að segja hættir að gefa þetta út núna. Þetta sé bara á netinu. En hver eru þá mikilvægastu lögin sem við höfum á Íslandi? Stjórnarskrá? Jú, stjórnarskrá. En þetta uniform, þessi skikkja, klæðist þið þessu oft? Reglulega í dómstólum, þegar maður er að flytja mál. Í réttarsal? Í réttarsal. Þið eru ekki vel séðar í gallabuxum þar inni? Ég hef mætt í snyrtilegum gallabuxum og ekki fengið athugasemdir. En það er kannski svona, maður er svona kannski pínur rebbul með það. En já, maður þarf að mæta í skikkjunni ef maður er að flytja mál, annars fær maður athugasemd frá dómara. Það eru svona prótokól sem þarf að fara eftir? Já, hún hefur til dæmis verið skömmuð, hún hefur gleymt. Og ekki ég. Hingað til að það mun koma að því. En og svo er einmitt. En það er svona, þetta á að vera svona virðingamerki, mæta í skikkjunni. Þetta er allir eru jafnir fyrir lögunum. Þannig að allir eru jafnir þegar þú labbar inn í réttarsal og þú ert í rauninni bara svona, þjónn laganna. Þú ert ekki þú í persónu, heldur þú ert þjónn laganna. Þannig ertu inn í réttarsal. Ertu að fara með þau í Vatnaskói? Nei, þau eru Fritz og Erla nýkomin á Vatnaskói. Já, og svo fer Brynja seinna. En er unga fólki í dag að sýna ykkar starfi áhuga?
Já, það er ekkert að neita því að það er talsverð trafíki hérna á básni hjá okkur og auðvitað eru margir af þessum krökkum sem þekkja okkur í gegnum fermingafræðslun og annað og ólíkum skólum. Þannig að þeim finnst þetta voða spennandi og sérstaklega kassinn góði. Það er eitthvað leyndardómur í þessum kassa? Já, það er leyndardómur í þessum kassa. Sko. Þú þyrftir eiginlega að kíkja í kassan sjálfur. En hvað þarf maður að gera til þess að læra ykkar starf? Já, sko, pressstarf er þannig að þetta er háskólamenntun og það er sem sagt eftir stúdentspróf þá er það 5 ár í háskóla til að fá embættisgengi og svo er svona ákveðin starfsþjálfun og þetta er mjög fjölbreytt og skemmtilegt starf og mjög fjölbreytt og áhugaverð menntun líka sem nýtist alveg í öðrum störfum en gefur kannski fyrst og næst embættisgengi í prestsþjónustu. Og eins og sjáum svona á listana hérna hjá okkur þá er prestsþjónustan miklu víðtækara starf en margir halda. Margir halda að preststarf sé bara það að messa á sunnudögum og svo kannski skýra, gifta og jarða svona þessar sýnilegu athafnir en starfið er bara svo miklu fjölbreyttara. En auðvitað er fyrst og fremst tengt samskiptum við fólk. Þetta er ekki 9-5 vinna? Nei, þetta er ekki 9-5 vinna og hefur aldrei verið það og mun aldrei verða það. Þetta er náttúrulega mjög breytilegu vinnutími en svo er nú bara auðvitað ákveðin löggjöf, það eru kjarasamningar og annað, þannig að það er alveg ákveðin rammi og það er reynt að standa vörðum og tryggja eðlileg frí og svona, þannig að ef eitthvað er þá er verið að vinna í því markvisst að starfið sé fjölskylduvænna hvað vinnutíma snertir. Segðu mér frá þessum kassa, þetta er merkilegur kassi. Þetta er merkilegur kassi nefnilega, þetta er mjög merkilegur kassi. Sko, hérna er spurt, hvað er kirkjan? Líttu ofan í kassan og þá sérðu hérna raunverulegu kirkju. Og svo koma krakkarnir hérna og skoða þetta og svo opnaðu kassan, sem halda að springi eitthvað upp þetta. Hvað sjá þau? Þau sjá sig sjálf, af því að fólkið er kirkjan. Kirkjan er fólkið, fólkið er kirkjan. Kirkjan ert þú. Er unga fólkið að sýna ykkur mikinn áhuga? Já, það gerir það. Það er að gera það. Það er mjög kurteist og margar spurningar, forvinnilega spurningar. Hvernig er starf tannlæknisins? Hvað eru þið að gera alla lélanga daginn? Það er mjög fjölbreytt. Þannig að það er bara allt frá því að rífa út tennur í að bara skoða og hitta mikið af fólki og svona. Þannig að það er mjög fjölbreytt starf. Hvað rak þig í þetta starf á sínum tíma? Það er mjög góð spurning. Ég var eiginlega bara búin að ákveða þetta sem ung stelpa og bara lét draumur rætast. Þannig að það var svolítið svoleiðis. Hvernig er námið? Hvað þarf maður að gera til þess að verða tannlæknir? Herðu, þú þarft að klára framhaldsskóla og svoleiðis og svo er þetta 6 ára háskólanám. Þannig að það er inntökupróf og alls konar svoleiðis sem maður þarf að klára. Það eru mikla kröfur? Það eru mikla kröfur, já. Mjög mikla kröfur. Hvað er skemmtilegast starfið? Er það að deyfa? Það sé ekki bara að rífa út tennur. Ég held að það sé svolítið. Það er mjög skemmtilegt og fjölbreytt. Hvert er starf eðlisfræðinga hjá HS Orku? Ég vinn í teymi auðlindastýringar. Það er svona teymi sem að vinnur að því að í raun og veru skoða framtíðina, hvert við ætlum að fara með virkjanirnar okkar, hvar við ætlum að bora og líka til þess að bara viðhalda jarðhitakerfinu og jarðhitakerfunum í sem bestu ástandi, hvernig við að dæla niður og alls konar svoleiðis. Skoðum líka grunnvatnið. Það má eiginlega segja að jarðhitinn sé nú bara vel áberandi á Suðurnesjum þessar mundir og þið eru með holur sem að hafa verið að nýtast í rannsóknum og að fylgjast með eldsumbrotum, en þið eru líka að draga upp úr holunum svona ýmis gögn. Já, þetta er alveg satt hjá þér. Við erum með mælistöðvar ofan í holunum og eina mælistöðvanum okkar í Svartsengi, hún hreinlega sér þegar eldgos er að fara í gang af því að það kemur svona þrýstibylgja og við sjáum bara þrýstingin snaraukast í holunum, þannig hún er orðin bara einn besti vísir til dæmis að eldgosi. Og þið eru með einhver korn undir smásjá. Hvað er þetta? Það sem þú ert að sjá hérna, þetta er sýni úr borhólu, svarf eða svona sandur sem hefur komið upp á borhólunni á 2688 metra dýpi og þetta er bara ný borhóla og við sjáum að það lítur bara út eins og sandur en þegar maður kíkir í smásjána þá sér maður alls konar mismunandi korn og kristalla og þessi kristallar segja okkur til dæmis hver hitinn er á þessu svæði í borhólunni og í hvaða berglaug við erum að bora og svona, þetta er mjög fróðlegt að sjá, maður bjóðar að kíkja. Hvað er búið áhugaverðast í dag? Löggan. Með löggan, já. Já, löggan. Og eru þið búin að ákveða hvað þið ætlaðu að starfa við þegar þið verið eldri? Já, löggan. Það er bara alveg ákveðið? Já. Ég ætla að vera arkitekt. Ég sé það að líffræðin er áhugaverð. Já,
það er alltaf nóg að gera hér á okkar borðum. Hvernig hefur dagurinn verið hérna? Hafið þið fengið mikla athygli? Já, það er alltaf mikið trekkir í hjá okkur og svona, fólk hefur áhuga, sérstaklega þegar maður er með eitthvað sem laðar að eins og þessi dýr. En já, það er margar spurningar, þetta er mjög áhugaverður hópur sem kemur hérna og já, ég myndi segja það. Hvaða dýr ertu búin að vera að sýna hérna í dag? Við erum hérna með grjótkrabba sem er nýr landnemi, tiltölulega nýr landnemi, og svo erum við bógkrabba frændan sem er svona þessi íslenski krabbi, og svo erum við með krossfiska, við erum með skeljar, við erum með önnur djúpsjáadýr sem eru hérna í krukkum á borðinu sem eru nú í formalíni eða etanóli, svo það eru nú dauð, en við erum með svona hitt og þetta og reynum svona aðeins að gefa þeim smjörþefinn af því sem við höfum að bjóða upp á í Sandgerði. Þú varst að segja þeim hérna rétt á þannig að mér fannst einhverja hryllingssögu. Hvaða dýr var það? Það var sæsteinsugan. Svona sjómenn þekkja það nú að veiða fisk sem hefur þannig stóru löngu sæsteinsuga á sér. En þetta er fiskur, mjög forn fiskur. Þannig að brjósk fiskur og þetta er áður en að fiskar þróu með þessi kjálka. Svo þetta er kjálkalaus fiskur sem að býtur sig fastan, ristir sig inn í hold fisksins eða hvalsins og sígur úr þeim blóð. Og ég var svona að láta vita að þau myndu vita af þessu næstu við færi í sjósund. Þetta er kannski svo dýrategund sem að sjósund fólk myndi ekkert sérstaklega vilja kynnast. Já, jú, þetta er akkurat svo tegund sem þú vilt ekki fá í rassinn. Út er komin bókin Náttúruvá, ógnir, varnir og viðbrögð eftir Ara Trausta Guðmundsson jarðfræðing. Margvísleg náttúruvá hefur fylgt landsmönnum frá upphafi en undanfarið hefur atburðum heldur fjölgað, meðal annars samfara áhrifum loftslagsbreytinga og auknum ágangi á landið. Bókin geymir ítarlegan fróðleik hættur sem stafa að náttúrunni, fjallar forvarnir ásamt skipulagi og uppbyggingu náttúruvarna. Það eru margar tegundir náttúruvara á Íslandi, 10-15 ef þú telur saman. Og svo bók sem er til er náttúruvá af völdum eldgosa og jarðskjálfta. En ég ákvað að taka allt til sem hægt er að gróðurelda og svo framvegis skriðuföll og allt þetta. Og það er mjög mikilvægt að svona bók sé til sem er nær til almennings, nær til kjörinna fulltrúa, nær til þeirra sem að viðbragðsaðilana og þeirra sem er að vinna við þetta. Þannig að það var löngu kominn tími held ég til þess að hafa svona bók aðgengilega á íslensku og hún verður líka til á ensku. Hvernig bók er þetta? Þetta er bók sem er kaflaskipt þannig að það er kaflu hverja tegund náttúruvár. Henni er lýst, mótvæðisaðgerðunum er lýst, smá kannski saga fléttuð inn í þetta. Og þá eru þetta allar helstu tegundur, ég ætla ekki að telja þar upp. En síðan er seinni hluti bókarinnar, svona 1/4 eða svo, fjallar svo aftur almannavarnakerfið, viðbragðsaðilana, náttúru, vátrygginga, hamfara sjóðinu sem við köllum og svona allt þetta sem er alltaf haldið utan náttúru á Íslandi. Þannig að þetta er upplýsingabók fyrir alla, vildi ég segja. Og ykkur myndskreytingar? Mjög fína myndskreytingar, kort og annað, þannig að það á að vera auðvelt að lesa hana og upplýsingar sem eru gagnlegar. Það meiri segja farið aðeins og vísað í heimasíður eða vefsíður og frekari lesefni, þar sem fólk getur þá farið inn á svona hluti eins og hvernig á ég að bregðast við ef það er jarðskjálfti og svo framvegis. Náttúruvá, þetta er kannski eitthvað sem við höfum bara við erum að upplifa þetta svolítið meira, ekki núna, bara síðustu misseri og ár heldur kannski ára undan. Það er alls konar viðvarðin verið að gefa út okkur einasta ári. Þú hittir naglann á höfuð og það er náttúrulega tvennt sem að ræður því. Það er annars vegar loftslagsbreytingarnar. Þær eru að framkalla alls konar náttúruvá. Það er að hækka í sjónum, óveður er að vera algengari. Skriðuföll eru að aukast, sífrir eru að þiðna, jöklar eru að hopa, það verða flóð úr lónum, það verða jafnvel alvarlega skriður, það sem við köllum berghlaup og svo náttúrulega þessi
órói eða óróa tímabil sem við erum að fara inn í hér á Reykjanesskaganum. Það auðvitað skiptir verulegu máli vegna þess að þar eitthvað í gangi sem verður áratugum, jafnvel öldum saman. Og svo eru mörg af stóru eldfjöllunum, þau hafa verið að safna í sig kveiku og undirbúa eldgos. Þannig að ég held að sé bara full þörf á að bæði auka árverkni og auka almenningsfræðslu þessi mál. Við erum núna staddir hérna bara á Reykjanestánni. Þetta kannski svona eitt mest lifandi svæðið á landinu þessa stundina. Hvað að gerast núna á Reykjanes? Það einfallega þetta tímabil sem við vorum búin að tala í áratugi, því að það einfallega hafið og það verða hér kvikuinnskot, það verða jarðskjálftar, það verða eldgos, það eru þessi eldstöðvakerfi sem að liggja austur eftir skaganum, kannski verða öll virk, allavega einhver af þeim og 2 þegar orðin virk. Þannig að við erum einfallega að horfa upp á tímabil sem er mjög óljóst og getur að mörgu leyti orðið okkur erfitt og dýrt. Og það eina sem við höfum til þess að bregðast við, það náttúrulega eru vísindi, það eru mælingar, það eru eftirlit, það eru spár, það eru aðgerðir eins og búið að sanna sig svo vel í Grindavík og síðan þannig ekki síst að þegar var nú mikið upptökin almenningsfræðslu, einmitt hún, að fólk sé undir þetta vel búið og síðan þannig ekki síst að sveitarstjórnir og stjórnvöld tæki núna af skarið og farið að útbúa betra áhættumat og hættumat vegna þess að skipulagsmálin og það sem er núna í aðsigi, það fléttast mjög saman. En við þurfum bara að læra að lifa með þessu. Það er engin spurning vegna þess að við höfum náttúrulega gert það í yfir 1000 ár og verðum hér vonandi í 1000 ári viðbót, þannig að það er engin spurning að við verðum að bæða að læra að lifa með þess en við verðum líka að læra að kunna bregðast við á þann hátt að það verði bæði sem minnst tjón og ég tala nú ekki manntjón eða slys. Þú myndist þarna á skipulagsmál og kannski svona nýjasta stóra dæmið, það Hvassahraun. Þú átt kannski ykkur örfá orðum? Já, ég held einfallega að miða við það sem er í húfi, það er að segja, ég lít náttúrulega á heilbrigðiskerfið og sjúkraflutninga, ég lít á rétt fólks á landsbyggðinni til þess að komast auðveldlega til höfuðborgarinnar, við erum ekki með jábrautakerfi, og alls konar slíka hluti. Reykjavíkurflugvöllur það sem hann er. Hvassahraunflugvöllur gæti lent undir hraunið, það er einfallega sagt í þessari nýju skýrslu og það er ekkit ómögulegt og ótrúlegt. Þannig að 20 eða 100 milljarða króna framkvæmd eitthvað sem við eigum að bíða með að minnsta kosti. Þannig að ég vil einfallega að Hvassahraun sé sett á ís og Reykjavíkurflugvöllur þjóna okkur áfram. Við förum aðeins vestar á skagan, hérna Sundhnúka-gígaröðin og núna fókusinn á Vogum. Já. Hvernig lítur þetta út fyrir þér? Ég get engu spáð það. Það er að segja, ef það gýs aftur, sem ekki 100% öruggt, þetta getur hætt, þá getur gossprungan orðið lengra en nú var og þá auðvitað meira hætt á því að Reykjanesbrautin fari undir hraun. Jafnvel að það þurfi að gera einhverjar ráðstafanir vegna Voga. En eins og ég hef sagt alla þennan tíma frá 2019 frá því að þetta byrjaði að spádómar, það er ekki mín sérgrein. En þú horfir bara svona á þetta sem að gerast svona dag frá degi, viku fyrir viku? Já, og við lærum náttúrulega af reynslunni og reynum að vissulega að vara við og svo framvegis. En miklar spekúlasjónir eins og maður kallar þetta gjarnan, þær eru mér ekkert að skapi. En fyrir jarðfræðingin að upplifa bara þessa daga og þessar vikur og mánuði núna? Það stórkostlegt, skilur. Það auðvitað stóri gangurinn sem myndaðist þarna og stóri gangur sem myndaðist til Fagradalsfjall. Svona svæðisganga sem við köllum, þetta náttúrulega stórkostlegar hamfarir, stórkostlegar atburðir. Nú gosin sjálf, þau eru merkileg og sérstök að horfa og maður er búinn að endurtaka það nokkuð oft. Þannig að þetta er óskin svo að þessu loki ljúki núna, en þá spurningin hvert færist virknin og það höfum við ekki græna glóru.
Og bara svona lokum, þú ert núna með hóp að fara hérna bara það svæði sem gaus síðast fyrir 800 árum. Þetta er, skal ég segja, það er hópur úr ráðstefnu jarðvanga eða geoparka sem valdi þessa leið hérna. Við ætlum að ganga hérna 14 kilometra, þetta er 100 giga leiðin og ég ætla að reyna að fræða þau gosvirknina, jarðskjálftavirknina og annað sem ber fyrir augu. Fólk er spennt fyrir þessu? Mjög svo. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Húsfyllir var á sagnastund á Garðskaga síðasta laugardag, þar sem 3 Keflvíkingar mættu og sögðu sögur frá bernskórum sínum í Keflavík upp úr miðri síðustu öld. Það voru þau Eiríkur Hermannsson, Helga Margrét Guðmundsdóttir og Jónas Ragnarsson sem sögðu sögur frá uppvaxtarárum sínum í Keflavík. Sagnastund á Garðskaga er viðburður sem haldinn er einu sinni í mánuði í veitingahúsinu Röstinni á efri hæð byggðasafnsins á Garðskaga. Það eru æskufélagarnir Bárður Bragason og Hörður Gíslason sem standa að viðburðinum í samstarfi við veitingastæðin. Aðgangur er ókeypis og gestir eiga góða stund saman eitt laugardags síðdegi á Garðskaga. Og ég byrjaði sem sagt í Samvinnubankanum 11 ára, ég var ekki 12 ára fyrir í nóvember, ég byrjaði þarna sumarið 11 ára í Samvinnubankanum. Og þar var ég fenginn til þess að vera sendill og ég hafði það hlutverk til dæmis að fara með ábyrgðarbréf í pósthúsi sem var mjög ábyrgðarmikið starf. Ég var að rukka fyrir Líftryggingafélagið Andvaka og ég var að fara með víxla í afsögn á bæjarfógetaskrifstofuna, losa öskubakka sem var alveg stórt hlutverk, það reykt allir. Afgreiða ávísanahefti og hálfan daginn stundum að telja smámynd af því það voru náttúrulega ekki konan hennar vélir í það. Í bankanum með mér, þegar ég kem þarna 12 ára, var Maggi Halla, hann var gjaldkeri og svo var Friðþjófur Óskarsson og þessir kallar höfðu nú mikil áhrif á mig. Árni Samúelsson sá víxlana á þessum árum og Liss Einarsson, yndisleg kona, dönsk, hún var að vinna þarna við að skrá ávísanirnar inn á spjöld og sem ég lærði svo seinna. Og svo var Eyjólfur Eysteinsson, hann sá samvinnutryggingar, hann var rosalega strangur og hann var alltaf að kenna mér hvernig ég ætti að vera, ekki með tyggjó sko, bara gjöru svo vel að henda tyggjóinu, það er ekkert kveikt á útvarpi hér neitt, svo ætti að vera kurteis, svo ætti að koma snyrtilega til fara, svo skaltu vanda málið þitt, góða mín. Og svo var alltaf opið á laugardögum, það var opið og við vorum í skólanum á laugardögum, það er alltaf eitthvað sem er mikið breytt. Þannig að helgin, það var bara heilagur dagur á sunnudögum, eftir hádegi á laugardögum fór maður heim að hlusta á óskóla sjúklinga og svona, taka til, skúr út. Nú Valtýr var bankastjóri í Samvinnubankanum og það var hann sem tók mig úr bæjarvinnunni til þess að koma og vera sendill. Og ég man eftir til dæmis svona hlutum eins og forsetakosningunum 1968, þegar Kristján Eldjárn var í framboði. Þá var eiginlega svona óopinber kosningaskrifstofa Kristjáns Eldjárn í Samvinnubankanum, náttúrulega hjá Valtýr. Og þarna var Samvinnubankinn á Vatnsnestorgi og Vatnsnestorg var mjög mikið mannlífstorg. Þar var járn og skip, þar var Eddan, keyptum nælonsokkabuxur og rúllubox og svona í Eddunni. Og svo var náttúrulega kaupfélagið þarna og Dorra sjoppa og Hörður Rakari, ekki gleyma honum, og Henning á hjólasjoppunni að það rétt hjá. Og hugsið ykkur það voru 4 bankar í Keflavík á þessum tíma. Það var Sparisjóðurinn, Verslunarbankinn, Útvegsbankinn og Samvinnubankinn. Svo var svona peningahólf í Sparisjóðnum sem að úthlutaði oft peningum í hina bankana. Til dæmis eins og fyrir föstudaga þegar allir komið með ávísanirnar, það var biðröð sko langt út á götu, allir að skipta ávísununum sínum. Ég muni ekki eftir grænu þykku ávísununum sem að voru þarna og þeir sem hafið unni á vellunni, þeir muni hvernig þetta var. Og það var alltaf þurfti mikið meiri peninga í kassan, seðla á þessum dögum þegar allir voru að koma að skipta ávísununum. Og stundum þá hafði bara Valtýr eða Maggi Halla gjaldkeri, þegar einhvern veginn hafði ekki reiknað þetta nógu vel út hvað þyrftu mikinn pening. Þá er Helga Margrét send með svona skjalatösku eða gamla skólatösku í rútunni eldsnemma á föstudagsmorgni í Reykjavíkur og gekk frá umferðarmiðstöðinni upp í Bankastræti í Samvinnubankann og taskan var fyllt af
seðlum, alveg fleiri 100.000, svo labbaði ég bara með þetta út á umferðarmiðstöð og fór tilbaka til Keflavíkur til þess að væri nú seðlar til þess að skipta ávísununum. Ég er ofta að hugsa þetta í dag. Við vorum líka að bera út blöð og rukka fyrir mokkan, það réðst enginn á okkur, við vorum fullt af peningum á okkur. Og ég man eftir því þegar að borin var upp tröppurnar stór og mikill General Electric ísskápur sem þótti mikið þing, það átti ekki allir ískápa. Utan á mörgum húsum héngu kassar utan eldhúsgluggana sem að kælivaran var geymd, skýrið og mjólkin. Þetta muna kannski sumir aðrir. Nú á þessum árum var mikil uppsveifla í vinnu. Íbúafjöldinn blés fljótt úr þessum 1400 og upp í 5000 og ég man eftir ómalbyggari Hafnargötunni. Það var leikvöllurinn minn þar sem ég stóð með skófluna í grenjandi rigningu og bjó til rásir og læki og fannst þetta ótrúlega skemmtilegt verkefni. En það var náttúrulega af mér tekið þegar herinn malbyggaði Hafnargötuna. Mér finnst þess að herinn hafi gert það en líklega hafi bara verið Ameríkanar en mér fannst þetta allt saman vera hermenn sem töluðu útlensku. En ég man að þeir gáðu mig tyggjó. Það var mikið, það þótti tíðindi. Nærliggjandi verslanir voru horni Hafnargötu og Vatnsnesvegar. Það var annars vegar kaupfélagið og allt sem ekki fékkst í kaupfélaginu það maður þurfti ekkert á því að halda. Nema normalbrauð sem fékkst hjá Stebba í Breiðablík. Og ég man reyndar eftir þegar eplin komu til Stebba, það var rétt fyrir jólin, þá kom Delicious epli og mikið jólalykt. Og þar á horninu var líka íshús og íshústjörnin sem var líka leikvöllur þar sem við vorum á skauta og reyndum að drekkja okkur við að sigla bátum. Gunni Frikka einn í salnum? Nei, honum tókst næstu því að drukna hana í íshústjörninni, það hefnaðist ekki alveg. Við bræður ólstum upp í Keflavík kirkju 4 á plani þar sem ráðhús er í dag. Húsið okkar var ca. 70 fermetrar að stærð innan við það. En það var íverustaðurinn en síðan var kjallari undir sem var okkar athafnasvæði. Þar var skorið af netum, nýtt á, smíðað og margt fleira. Einnig sauð mamma mín allan þvottar niður og þvoð og vatt allt á höndum. Þið getur rétt ímyndað hvernig það hefur verið. Heimili okkar var greiðastað margra, mjög margra. Fólkið, alltaf fólk í kringum okkur. Móðuramma mín, Arbjörg, bjó einnig á heimilinu hjá okkur. Við vorum því 11 sem bjöggum í sama húsi, 60-70 fermetrum. Og ekki fór lítið fyrir okkur bræðrum, við vorum og erum allir mjög atorkisamir. Þegar mamma eldaði til dæmis fiskibólur, þá voru það 70 talsins. Þegar var keypt mjólk fyrir helgina, þá voru það 24 lítrar. Þetta var svona svip á lítið mötuneyti. En lítil saga mér og Hannesi bróðir við vorum að leika okkur í skylmingum út á túnu hjá Eyjóli Bjarna. Hann var að flýja mig, tók til fótana og datt sverði sem hann var með í hendinni og það fór upp í hann og út kinnina. Ég var skelkaður og hljóp til, sá þarna mann á gipsijeppa, stoppaði hann og baði hann að hjálpa mér því að Hannes lá bara í vallum með sverðið svona. Og við tökum Hannes og förum með hann upp í jeppan og kallinn keyrir okkur til Guðjón Klemmissonar, læknis í Njarðvíkunum og Guðjón tekur sverðið, svo fer kallinn. Guðjón tekur sverðið út, saumar, sár og býr þetta. Svo löpuð Hannes frá Guðjóni Klemmissin í Njarðvíkunum og alveg niður á kirkjuveg heima til mömmu. Þangað komum við heim, allir lerkaðir. Hannes stóra umbúður á kynni og ég svona hálfskelkaði mömmu því að hún mátti ekkert sjá neitt svona. Þegar hún misti Hannesinn eldri, þá var það bílslys, það var bíl sem rann inn í sandkassa og hún var áráðandi að því. Hún bara aldrei sitt barr eftir það. Og var alltaf hrædd okkur strákana. Ef við gerðum eitthvað eða fórum eitthvað, þá var hún alltaf að bíða eftir við kæmum, heilir heim. Þannig að þið fá fleiri svona sögur. Ef við meiddustum eða eitthvað gerðist,
að fórum við bara sjálfur og björguðum okkur. Jens Sigurðsson Grindvíkingur í húð og hár, fæddist þó ekki í heimabænum en það skiptir ekki öllu máli hvar maður lítur dagsins ljós. Meira máli skiptir hvar maður elst upp. Sjómennska hefur verið lifibrauð Jens síðan tvítugt og í dag hann vélstjóri á Sighvati sem línuskip í eigu útgerðarinnar Vísis HF í Grindavík. Staðan var tekin á Jens þegar hann var á hafinu daginn. Velkomin á borð þetta. Já, ég bara komin um borð. Þið voruð að landa í morgun og hvar voruð þið? Já, við vorum að landa á Djúpavogi og eftir 3 daga á veiðum. Já, eftir 3 daga veiðum allt fullt sem að segja mér að það er sem sagt nóga fiski í sjónum. Já, mókveiði núna. Stóru og hallegu þorskur. Já, og hvað, var þetta eingöngu þorskur eða hvernig virkar þetta? Já, þetta er svo til eingöngu þorskur bara. Já, einn og einn ufsi kannski með og eitthvað. Já, eitthvað svona smottir bara. Já. En þið sem sagt eruð að eltast við þorskinn núna er það ekki á 9 kvótar, er það alltaf þannig? Já, eins og er. Og vonandi eitthvað áfram. Já, og hvað, og þeir lönduð, hvað sér á Djúpavogi? Djúpavogi. Eru þið alltaf að landa þar, eða er það breytilegt eða? Já, lönduðum daginn á Neskustad. Já. Það er nú ekki oft sem við farið þangað. Og er það bara þannig, bara það sem er styst að fara? Já, ég veit nú ekki alveg af hverju Neskaupstaður var síðast. Kíkjaði heimahöfnina, er þetta ekki verið heimahöfnin hjá okkur? Já, jú, nákvæmlega. Nú er náttúrulega síldavinnslan í Neskaupstað. Já. Já, stór eigandi í Vísi eða Vísir eigandi í síldavinnslunni, eftir hvernig á það er litið. Já, síldavinnslan og Samherji. Já, einmitt. Já, og það er alltaf þannig á ykkur á haustin. Fiskurinn er náttúrulega þarna núna og svona í gegnum tíðina. Þið hafið aldrei verið að landa í Grindavík, eða hvað? Já, ekki að þessum tíma, sko, þá hefur verið fyrir norðan eða austan. Já. Við hefum verið mikið fyrir norðan, sko. Og er það bara of langur tími sem fer þá í að sigla skipinu í heimahöfn? Er það bara fljótlegra? Já, það er mjög langt að fara, sko. Já. Það sé ekki 1,5 sólarhringur aðra leið. Já. En segðu mér aðeins, þú ert fæddur og uppalinn í Grindavík, ekki rétt? Ég er uppalinn, jú. Já, ekki fæddur, það skiptir kannski ekki öllu máli hvar við komum í heiminn. Nei, fæddur og fæddur. Og uppalinn þar og bara eins og gekk og, veitu hvaða módel ertu? Ég er 59. 59, og eins og tíðkast á þessum tíma, þú ert ekki byrjað að vinna bara það leyti sem þú byrjað að labba? Jú, alltaf unnið. Þetta er ekki eins og unglingar í dag. Nei, þetta eru aðeins breytti tímar, eða ekki? Unglingar með ekki vinna og svo þegar þeir með að vinna þá ætlaði nenni því. Það er mikið þetta, sko. Já, við viljum nú þú ert nú aðeins eldri en ég en það má nú alveg kannski fara eitthvað millivegi í þessu, kannski, þú veist, en þegar þú ert ungur, það er þótt ekki tiltökum máli ef strákar og stelpur voru byrjað að vinna bara fyrir 10 ára aldur. Nei, maður var að bera úr blöð þegar maður var smágutti. Svo fór ég í salthús, fyrsta skipti í 9 ára. Já. Þannig að hjálpa til við pökkun. Já. Svo var maður hverju sumri bara í salthúsi, frystihúsi. Já, þú ert bara að byrja mjög snemma að vinna og hvað, þú ekki bara í ágætismálum í dag? Þetta gerði þér ekkert illt, er það? Það er ekki sjá á þér allavega? Ég held nú ekki. Ég held að maður sé ekki stórskattaður. Nei. Og hvenær byrjarðu til sjós? Ég var 20,
ég var orðin þetta gamall. Já, þú ert orðin þetta gamall þegar þú, Já, já. Hvað, varstu með einhver önnur áform þó þegar þú varst yngri? Já, já. Ég ætlaði aldrei að fara á sjóinn, sko. Ég ætlaðist að vera smiður. Ok. Byrjaði því og var á samning, sko. Svo gafst ég upp á því, þetta var nú ekki skemmtilegt. Nei. Sérstaklega ekki á veturna, að vera að smíða úti. Nei, en hvað var það ekki samt fín reynsla upp, varst ekki helviti handla einn þá heima við? Jú, alveg. Þú getur smíðað sólpalla á allar anskotan? Já, þetta var ágætt að hafa stundað þetta. Já. En byrjar á sjónum hana tvítugt, en hvenær velur þau svo það að fara að vera nýr í vélinni? Já, ég lenti í því að ég var munstraður vélavörður. Þannig alveg óvart. Já, ekki með neinn réttindi í það þá eða? Nei. Ég var voða lítið háseti, sko. Ég var háseti þarna fyrstu vertíðina og svo var ég munstraður annað stýrið maður bara til að Svo var ég að smíða eitthvað sumarið og ætlaði ekkert að fara að sjó aftur, sko. Þá var ég beðinn að koma, það vantaði vélavörð. Ég lét til leiðast og síðan ekki farið í land. Nei. Og ákvaða skip eða bát var það sem þú... Það var á Skarfinu. Já, og var það Guðjón Einarsson? Guðjón Einarsson, já. En hvenær færðu svo í skólan til þess að sækja þér réttindi? Það var það ekki verið eitthvað 85-86 sem ég fór í skólan. Já. En það var náttúrulega hlaupið að því að vera í skóla þá, sko. Þá var maður komin með fjölskyldu. Einmitt. Ég fór nú bara vegna þess að þessi fjórir eigendur Fiskarness sem var hjá, þeir sá eitthvað í guttanum og styrkti hann til náms. Já, það var þannig, já. Já, þetta voru góði menn. Þannig að hvað ertu þá að róa hjá Fiskarnessi? Hvað lengi, alveg bara til loka þess fyrirtækis, eða? Já. Alveg til loka. Já. Aðeins lengur eftir sameininguna. Já, eftir sameiningu, já. Þannig að þú ert á Skarfi og hvað, eltur þú svo Guðjón yfir á Gaukinn eða hvað? Já, yfir á Gaukinn og síðan fór ég á Reyni. Balalínan? Balalína, já, æðislega skemmtilegt. Já. Það var ágætis plás, sko, en fyrir utan balalínuna. Já, hún var ekki skemmtileg. Það er fínt að vera á verti, netavertið á þessu. Já. Já, svo var þessi sameining og skipin alltaf seld undan okkur. Já. Það var Reynir og svo Ágúst Guðmundsson og Hafberg. Þetta var allt selt og þá gafst ég upp og fór yfir til Vísi eftir það. Og hefur verið á sama skipinu allan tíman? Já. 23 ár. Sama nafnið, var ekki breyting á sjálfu skipinu? Jú, það kom nýr Sighvatur 2018. 2018, já. Og hvað er þið margir í ár? Við erum 14, kallarina. Já, þú sagði mér þegar ég heyrði í þér daginn þegar við vorum að plana þetta, þú ert bara eini vélstjórinn. Já, einn vélstjórinn borð. Getur það ekki verið? Menn að þú væntanlega sefur þá bara reynir að sofa á nóttinu, gerir ég ráð fyrir. En vakinn á öllum tímum og ef eitthvað kemur upp á? Maður reynir að halda vöktum, sko, 8 tíma vöktum. En svo nú oft ónæði. Ræstu 2-3 á vakt kannski. Já, en svona yfir höfuð, já, reynir að svona miða við 8 tíma vaktina bara. Já. Svo ef það er eitthvað mikill hasar þá leggum maður sér bara þegar þarf. Já. Þetta er ekkert alveg fast, sko, hjá okkur.
Nei, þetta svona kom mér aðeins óvart. Ég held á svona stóru skipi þá væri alltaf einn vélstjóri á vakt hverju sinni, sko. Nei, þetta breytist fyrir einhverjum 3 árum. Þetta eru kostur og gallar við þetta. Það sko, við vélstjórnir fáum hennar hvart hlut sem að vélavörðurinn var með. Skiptum honum að vill okkur, en það er nú svo sem engin ásköp. Nei. En á móti þá náttúrulega ert þú ekkert í skilur vinstri, þú ert ekkert að dekkja neitt svoleiðis væntanlega. Þegar var annar vélavörður, var hann þá líka? Vélavörðurinn, hann var bara á dekki, sko. Hann var bara á dekki? Já. Það má segja að hann hafi verið einn af hásutunum. Hann svona reddaði málunum meðan hann var á vakt. Já, menn og þetta lítur að virka. Svona þetta alltaf og þú ert sáttur og þá bara lítur þetta kerfi bara að vera að virka fínt. Þetta venst. Þannig að svona yfir daginn meðan ekkert kemur eitthvað upp og þá þarftu náttúrulega alltaf að smyrja og bara svona fyrirbyggjandi svona, eða ekki, viðhald. Það er alltaf eitthvað að dunda. Já, það er ekkert margir dagar sem þú ert bara með þessar tærnar upp í loftið. Það er svona einn á milli. Það koma rólegir dagar. Já. Svo er eins og allt skeður í einu, allar bílanir. Það var svolítið læti. Já, nákvæmlega. Og náttúrulega nýtt kvótaár tiltölulega nýbyrjað. Fyrsta mánuðinum og þið bara búin að vera bara alveg á kafi í þorskveiðum og það er nóg af honum út um allt. Já, það held ég. Allir að fiska. Óvenju stór fiskur finnst mér þarna það sem við erum fyrir austan. Já. Það er bara 5 kíló plús. Ok. En síðan inn á milli, þá er það reyna við svona minni spennandi tegundir eins og löngu og keilu, tótti í keilunum líka? Löngu og keilu, það er alveg bara mjög leiðilegt. Þetta eru ekki nógu margir mánuðir í þorski, það mætti vera meira, sko. Já. Við erum að blanda þetta mikið eftir áramót. Með ísu allan og við hefum mikla ísu. Já. Svo með vorinu þá byrjar þessi keila og langa. Ég held að Vísir eigi stærsta keilukvóta landsins. Ok. Nóg að gera því að veiða keilu. Og það er ekkert nema vinnan við keiluveð, sko. Nei. En þú sem vélstjóri, þú sleppur nú kannski þannig séð, eða er meira álag á þér þegar það er verið að veiða keilu? Þú veist, eru vélarnar að... Já, það er sko línugangurinn, hann er oft mjög slæmur, allt krópalegt og þá þarf maður að fara út og hjálpa þeim í ganginum, sko. Já. Geta komið svona tærnir. Einmitt. Þannig að það er eiginlega allt við keiluna, það er bæði leiðilegar að veiðana, það er ömurlegt að gera að henni, það eru minni laun, þannig að þetta er eiginlega allt bara mínusar við keiluna. Þetta er eins og að vera að skera hjólbarða, skera þessu, segt gúmmi í þessu. Leið og við þökkum fyrir áhorfið, viljum við minna á aðra að miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út vikulegt blað sem dreiftir víða á Suðurnesjum og einnig á höfuðborgarsvæðinu. Við erum að skrifa nýtt efni á hverjum degi inn á Víkurfréttavefinn, www.ff.is og nýjar golffréttir á kilvingur.is. Við þykjum góðar ábendingar efni, en hvetjum ykkur til þess að fara inn á Víkurfréttavefinn. Þar getið þið séð þennan þátt og margt annað skemmtilegt. Við þökkum fyrir okkur, verið sæl.